Það er ekki farið að bara eftirvænting fyrir leikinn við Spánverjana á morgun. Það er náttúrulega topplið og gaman að reyna sig við þá. Já, einmitt, topplið og fullt af flottum leikmennum þar sko og það verður spennandi að sjá hvernig það fer á morgun. Við mætum alveg vel gíraðir í leikinn. Það er ennþá möguleiki á undanúrslitum, þrátt fyrir tapið í gær. Já, einmitt, þáttur sækjandi tap í gær þá er ennþá möguleiki að komast í undanúrslitin. Við svolítið heldum kannski að það væri svolítið farið í gær eftir leikinn en Portúgalarnir tóku Spánverjana í gær, þannig að það er ennþá möguleiki. Og það er náttúrulega Portúgal sem þið gerðu jafntefli við eftirminnilega og þannig að það er ljóst að það er heilmikið í þessu liði ykkar þó að séu því miður talsverðar sveiflur svona oft á milli leikja. Já, einmitt. Það var kannski, ég veit ekki hvernig ég á að orða þetta. Þetta var náttúrulega, vorum ekki alveg mættir í gær til leiks en við verum klálega mættir á morgun og ætlum að sýna okkar rétt andlit. Hvernig svona er undirbúningurinn eins og í dag? Þið komum rækt inn núna og farið svo í mat og svo bara fundarhöld og hugleiðslega? Já, bara hreinsa hugan og gíra sig fyrir leikinn á morgun. Það er bara þannig. Og já, bara einmitt hvíla skrokkinn og ná leiknum úr sér í gær. Var það ekki svolítið erfitt að koma inn í gær eftir þetta? Jú, það var svolítið, menn voru svolítið fúlir, stemmingi kannski ekki alveg nógu góð, en við fengum trúna tilbaka eftir leikinn í gær, Spánverja leikinn í gær. Nú ætlum að mæta vel gíraðir á morgun. Það er engin anstæðingur svo sterkur að þið ekki hægt að vinna hann? Nei, einmitt. Það er hörkuriðill og það getur búin að sýna það að allir geta unnið alla hérna. Einmitt og það hefur líka komið fram í ljós í hinnum áttalega úrslitariðlinum að þar hafa allir unnið alla? Já, einmitt. Það er einmitt hörkulið það líka. Það var spennandi að sjá hvernig ætla bara að segja þegar við komum í undanúrslitin hverju við mætum.